Þannig að Tolli, velkomin. Já, takk fyrir velkomin. Þannig að nú ætla ég bara að grýta þess að ég ætla að spyrja þér, bara hver er Tolli? Já, ég var í hérna sjónvarpsþætti hjá fólki með Down syndrom, með okkar augum. Og ég fekk nákvæmlega þessa spurningu sem fyrstu spurningu hér. Hver er Tolli? Og ég svona, mennar. Og þá bara get ég svara alveg sem ég gerði þar, þú veist, það er þetta, ég sem sit hér er sá sem er að leita af Tolla. Það er að segja, Tolli týnist, svo verður vakning í vitundarkerfunum og ég fer allt í einu átt að máði að ég veit ekkert hver ég er. Ég týndi þræðinum, sko. Hvenær? Sko, þá erum við komin í, sko, eitthvað sem ég rætti ekki í þeim þætti, en get auðvitað rætt hérna. Hér er ekkert heilagt, sko. Nei, segðu. Nei, en það er, þú veist, í raun og veru, sko, ef við göngum út frá því að við fæðumst öll í Guðs kerfunum, að við fæðumst öll, sko, eins og allt í náttúrunni fæðist í svona kosmísku harmóni, það er að segja the middle way sem Buddha talar eða sem stundum við talar sem meðalhóf en er bara meðalvegur, er bara þetta fullkomlega hárfína stilling á hljóðfærinu, út akkurat á þeim tune, þar sem þú tunar með allri kosmísku tilverunni. Og það er í raun og veru þegar öll náttúran er alltaf í harmóníi á einn eða annan hátt í þessu mikla lögmáli breytingana. Þannig komum við inn í heiminn. Svo einn eða annan hátt byrjum við að fjarlægast þessa kjarnagetu. Þetta er ákveðið kjarnagetu, þannig er upplægið. Og það sem að spilar sterkast inn í, og það styðja sem sagt ekki bara arflegin, heldur líka akademiska rannsóknir. Það eru áföll sem geta gerst í fæðingu, þau geta gerst mjög snemma og þau geta gerst á margvíslegan hátt og þau hafa mismunandi áhrif á einstaklinga. Við bregðumst misjafnlega við áföllum, en það sem gerist við áföll er að við förum í rof. Þessi hárfína stilling á strengnum, hún fer úr tjún. Þú veist. Þá byrjar að tapa þessu jafnvægi sem að við komum inn í og í raun og veru, sko, er það hlutskipti allara manna, það er í raun og veru að tapa þessu jafnvægi og fara svo að leita því aftur. Myndirðu segja þessi hlutskipti okkar? Já, þetta er hlutskipti okkar. Og það er bara vegna þess hvernig heilaverum er, sko. Það er bara hvernig bregst heilin við áföllum. Og ég á mína áfallasögu sem barn og ég á mína áfallasögu sem úlingur og síðan leita maður sér lyflækningar á táningsárum við óbærilegu ástandi og þar verður fyrir valinu, sko, hugbreytandi efni, alkóhól auðvitað fyrst af því það er hluti af þeirri menningu sem ég elst upp í og það er gert ráð fyrir því að ef þú ert feimin eða óframfærin eins og það var kallað á bakvið það eru svo miklu dramatískari hlutir en bara feimni eða vera svona smá sjæ, þannig geta verið bara mjög alvarlegir hlutir og þá er það talið, þú veist, svona í þessari almennu menningu okkar mjög gott að drekka áfengi, detti í það, fara á fyllir í, drekkti í kjarkmaður og allt þetta, sko. Og svo hefst það ferðalag og það var auðvitað alveg ástarsamband við vímuefnið frá fyrsta degi og svo þegar ég er sem sagt að tala um hvernig ég týnum mér og svo ég fyrir að leika en þetta er svona ferðalag, skilurðu af því svo þegar þú ferð að nota áfengi þá tengist það svo mörgum menningarlegum þáttum eins og sem skiptu máli fyrir mína sjálfsmynd eins og til dæmis það að ég fer snemmin í svona slagtog með róttæklingum. Ég er 15 ára gamall þegar ég komin í fylkinguna sem var svona ungliðarhreyfing sósíalista og sem breyttist síðan í
byltingasamtök, trotskíista og þannig ég bara alinn upp, skilur við. Altså erum við þarna á Íslandi? Við erum á Íslandi. Trotskíistar voru sem sterkir í Bandaríkjunum, þeir voru sterkir í Svíþjóð minni mig og þeir voru ekkert víða sterkir en þarna voru trotskíistar auðvitað þeir sem fylgdu Trotskí að máli og þessi Trotskí lagði til málana var að það gæti aldrei orðið, við gætum aldrei komið sósíalism á í heiminum nema verkalýðurinn gerir byltingu allstaðar. Þú getur ekki bara gert byltingu í einu landi og ætla að koma þér þar upp sósíalisma, við erum að vera international. Og þar spilaði Alþjóðasamband verkamanna mjög sterkt hlutverk í þeirri hugmyndafræði og í þeirri strategíu sem Trotskí leggur upp með. Þarna var maður sem sagt alinn upp og þetta var að marga hátt gríðarlega gagnlegt og skemmtilegt. Í fyrsta lagi það sem maður tekur með sér úr þessum skóla var að einn einstaklingur getur breytt heiminum. Einstaklingur getur breytt samfélaginu, þú þarft ekki að vera leir sem samfélagið mótar. Þvert á móti getur þú, ef þú lest samfélagið rétt, þá getur þú verið gerandi og mótandi í samfélaginu. Og svo lærði maður alls konar svona búa til dreifirrit, plaggöt og maður lærði að fara inn á vinnustæði að rífa kjaft og fara í svona alveg mission impossible algjörlega, en samt trúaði ég að það sé hægt. Og þarna kynntist maður mjög kláru fólki og þarna voru svona tengsl út í bóheim samfélagið í Reykjavík. Var þetta eldra fólk? Já, ég var barnið en þið tókum mig vel. En hvað var það sem að fekk þig í rauninni til þess að sækja? Þetta var bara cool. Ég er að segja það. Já, þetta var bara cool. Ég vissi ekkert pólitík og bara reyndar, þú veist, var ég alinn upp í svona réttlætis viðhorf á móður minni sem var dönsk og kom úr stríðshrjáðri Danmörku á sínum tíma og hennar hjarta sló alltaf til vinstri. Fyrst og fremst var þetta bara cool, men svo tileinkaði maður sér þetta og gerði þetta hluta sinni sjálfsmynd. Og ég hef bara alltaf verið róttækur síðan, af því svo seinna mér hefur þetta pólitíska viðhorf, það hefur alveg samsamast svona compassionate hugmyndum mínum mannin og umhverfið og svo framvegis. Ekki það að það sé neinn fraksjón vinstri að hægri sem prókúruhæf og kærleik þvert á móti. En enga síður þá svona hefur þetta svona loða við mann. Nú, þarna, ég var að tala um áfengi og svona og þá svona hluta þeirri menningu sem maður tengist þarna. Það voru skáld, það voru listamenn og það var svona þessi bóheim ára yfir öllu og þar sannarlega skipti áfengi mjög miklu máli. Því að einhvern veginn gafstu sett sama sem merki milli áfengis og snilligáfu. Þetta er bensíni, Já, þetta voru svona séni, það var dálítið merki sénið að hann gat verið mikill drykkjumaður og drukkið ótæpilega en tala tungum fram með það sem hann vissi og kunni. Alveg saman, hann gat telt skák eins og snillingur, hann gat farið með ljóð og hann gat ort ljóð, hann gat málað. Sénið, þú veist, var alltaf hann á ferðinni þrátt fyrir áfengi og kannski vegna áfengisins fannst manni sjálfum. Þannig að ég hafði mjög sterkar réttlætingar fyrir því að nota áfengi. Svona, þó að í grunninn var þetta bara þörfin fyrir núvitund. Þörfin fyrir því að þurfi ekki að sitja uppi með sjálfan sig í kvíða yfir framtíð og okkur örvæntingu við fortíð. Það þetta bara úlingur og ég kemur úr svona erfiðu fjölskyldumynstri þar sem að alkóhól og áföll eru markerandi sem þýðir ekki það að það ekki dásamlegi hluti gestanna líka og skemmtilegir en þetta er það sem að hafði samt áhrif á tilfinningakerfinni. Þannig að undir niðri er ég bara að reyna að díla við þetta þessa byrði að vera ég. Og þarna er ég þetta komin úr miklum tengslu við mína kjarnageta og jafnvægi.
og maður farin dálítið að giska á tilveruna. Draga ályktanir. Já, og hérna maður hafði í raun og veru enga rödd, maður hafði í raun og veru ekkert sjálf, þannig að þú mátt alltaf að grísa á það, hvað viltu, hvað ætlar að gera, og maður vissi ekki alveg, var það ég sem ákveðið þetta eða hvað? Hlýtur að vera stöðugur ótti. Já, þetta sko, ég trúlega með áfallastreitu röskun þegar ég kem sem sko bara upp úr fermingu sko. Og svo hefur verið að reyna að trýta þetta svona, því að þegar þú ert ungur og þá ertu svo powerful og í svo miklu fire að þessi áföll eru hvíla öll undir niðri. Því þú bara keyrir, skilur. Það er bara glatt á hjalla, það hefur verið að djamma og það er allt í gangi og ert ekki að pæla í þessu. En áföll eru dálítið svona þessu alien frjókorni, sko. Þeir setta hann inn, svo vex það með þér. Og svo er það kannski, sko, hérna, 40-50. Þetta eru krónísku sjúkdómur. Þú veist, ef þú nærði ekki að gera eitthvað í því, ef þú nærði ekki að staldra við og aftengja afleiðingarnar og vinna með þær og sjá hvað þær eru, þá geta þær breyst í félagslega og líkamlega sjúkdóma og það er bara staðreynd. Fyrir utan fíknisjúkdóma sem síðan leiða af sér, enn önnur áföll, enn meiri sjúkdóma og svo framvegis og árekstrar við samfélag og allt það. Svo sem sagt kynnist ég kannabisinu sem fannst, þú átti erfitt með að venjast því að ég reykti ekki. Nei. Ég var no smoker, svo bara afreyndi þá daga. Vonlust. Bara reykir ekki. Já. En hérna, en ég komst upp á lagið með kannabis og það var síðan dálítið mitt rock'n'roll, sko. Og fylgdi mér alveg til þar til ég fer í meðferð bara 42 ára gamall. Ferðu í meðferð altså við áfengis og kannabisfík fyrsta skiptið þarna? Ég er 42 ára, þá fer ég í meðferð. Fram að því er ég að lifa lífi þar sem ég sé ekki að sé neitt að. Ég er ekkert við neinn áfengis vanda, ég er bara listamaður, ég er róttæklingur og allt er að detta í það af og til, ég var ekki túramaður. Og ég reykti yfirleitt ekki kannabis fyrir á kvöldin, sko. Ég leit aldrei á mig sem dópista, sko. En hvað var það sem fékk þitt svona, svo við getum hoppað tilbaka aftur? Það er bara mjög fyndin saga, sko. Ég er með vinum mínum á leið til Nepal. Við erum að fara hérna, bara flotta ferðir, river rafting og fara í svona safari, garða þarna niður frátt, mjög flott. Og ég hugsaði bara, búin að vera stundan í 2 ári eitthvað, sko. Stanslaust, ég skildi þarna fertugt og fluttum á vinnustofu og með 15 ára sambúð að baki og 2 börn. Og svo laðist maður bara í kannabisreykingar, sko. Þetta svo bara komið gott? Það er bara, þú veist, það er bara málið. En svo er það sem sagt, ég er að fara í þessa ferð og hugsa, fokk. Þú lendir bara í cold turkey hérna úti ef þú nærði ekki að gera eitthvað í þessu. Já, ekki í Nepal? Í Nepal, jú, þú veist, ég sá ekki fyrir mér að ég væri eitthvað að dópi í Nepal. Ég hef bara farið með vinum mínu sem notuðu ekkert. Og svo, ég hildi bara, ég sá mig aldrei sem fíkil. Ég sá það, mig grunaði að það væri eitthvað að, sko. Kannski, þú veist, kannski er ég dópisti. Alltaf að reykja, þú veist. Já, kannski. En hérna, ég neita að horfast í augu við það, einfaldlega. Og ég gleymi því ekki þegar að ég stattur upp á Vogi, á göngudeild Vogs, upp í Síðumúla og fór með dílernum mínu sem þá var, sem áttu við áfengisvanda að etja. Og ég er eitthvað spyrjandi að því svona, hvað ætti að gera þarna? Það sagt að fara á fyrirlestur. Fyrirlestur, já, hvað? Já, þetta er mjög áhugavert, akkur kíkjur ekki? Já, ég kannski kíkja með þér. Svo fór ég á fyrirlestur og fannst þetta bara, mjög áhugavert. Það var sérst hassdílurinn þinn sem að... Já, hassdílurinn var drykkjumaður. Hann var lélegur businessmaður. Já, þú veist, góðu gæði maður. Hann redda, honum þetta að þakka. Hann lefði, þetta er svona interessant.
og þetta svona trikker eða svona intellektual snobbið í mér, þú veist, ég gat alveg, þú veist, ég gat ekki hugsað mér að fara á afund, þannig að ég ekkert erindi þar, en að hlusta á fyrirlest. Ég til í það. Auka á sjálfstækni. Já, þá voru ég með hann og þangað. Svo eftir fyrirlesturinn þá kom ég að máli við þann sem hélt fyrirlesturinn og sagði, heyrðu, ég að fara til Nepal hana 17. janúar. Það var veltaði fyrir mig, sko, hvort ég ekki farið í meðferð hjá okkur bara svona strax upp á áramótum. Tekið 10 daga áður ég fær út. Hann sagði, veistu, það akkurat svona menn sem okkur vantar inn á Vog. Svona áhugaverða karaktera. Þeir munu klæðskera sauma meðferðarúrræði eins og hanska á hendi hana. Drífðu þið bara inn. Ég bara, já. Oh my God. Þú veit, ég var tekinn bara alveg. Svo ég komin inn á Vog og búinn að vera þar í 2 daga þegar ég áttaði mig á því að Houston, we got a problem. Þú veist, áttaði mig bara á því. Það eitthvað mjög mikið að. Og ég fyrir upp í pontu og segi, ég heiti Þorlákur, ég alkohólisti. Og þá bara verður þessi vakning og ég staðsef mig, ég skilgrein mig og ég gengst við mér og það er auðvitað fyrsta skrefi til að þú getur breytt einhverju, það er að gangast við. Og þú ert ekki búin að vera í þessari stöðu áður? Aldrei. Og hérna, það er það sorglega við þetta, en allt hefur sinn gang og síðan hófst þetta ferðalag sem hérna hefur leitt mig hingað til ykkar í kvöld. Það er bara þess að þú talar sem heimkoma, sko. Og þessi heimkoma þetta byrjast, þú veist, hver er Tolli? Það byrjar á því að gangast við, ég veit ekki hver hann er. Þú ferð ekki að leita neinu nema þú týnir því og þú veist að þú hefur týnt eitthvað. Annars ertu bara, þú veist, yrði í sófanum hjá þér 18 ára og jarðaður 60, sko. Og þetta er aldrei það sem Búdda talar og þessi fræði sko, að vera sofandi. Það er raun að vera sko, maður sem hefur ekki gengist við sér og skoða bara, þú veist, hver maður er og hérna, og hvert er mitt ástand. Þannig aldrei, þetta er eins að vera í draumi. Þú ert bara sofandi. Og hvernig er hægt að lýsa því svona... Þetta er meðvitundarleysi. Meðvitundin er í raun og veru bara í 2 faktorum sem er fortíð og framtíð. Það er það sem gerist og þá erum við aftur komin inn í, þú veist, hvernig fungerar heilin, hvernig fungerar hérna dagvitund, undirvitund og undirmeðvitund, hvað veldur því að vitund okkar, hún ánetjast hérna stjórnlausum huga, auðvitað, því að vitundin er svo mikið bara hérna inn í þessum ólgusjó hugans og þegar við höfum ekkert aðgætt hvað er að gerast í huga okkar heldur göngum að því alltaf sem gefnu að þetta er bara ég er bara svona því ég fættur ég er í voginni sko þess vegna er ég svona en svo ertu kannski bara hérna úttaugaður og hérna og stjórnlaus og út úr fókus út við allar þína getu og ert að lifa bara á mjög erfiðum stað bara því að þú ert í svo miklu rofi að þú lifir bara í fortíð og framtíð. Þú snertir aldrei sko núið og þá áttu skoðum við það, hvað áttu við með því? Jú, raunveruleikinn er alltaf í núinu, allt sem gerist núna. Þannig ef við lifum lengi vel, stöðugt í þessu hugafæri, fortíð, framtíð, þá smá saman ferðu bara út úr því að vera til. Já, þú verður bara hérna, skuggið eða bergmála sjálfu þér. En finnst þú að vera algjörlega með þetta því þetta fungerir allt í rökhugsun. Þú ert alveg intellektual, þú getur komið fram á mannamótum, þú getur jafnvel orðið sko forseti Bandaríkjanna, finnst þú verið bara í fínum málum sko. En það sem er að gerast þarna er að þegar við förum í svona mikið rof þá erum við raun og veru ofurselt bara varnarkerfi heilans. Það sem við kalla gamli heilinn, þú veist. Það sem er reiði, gremja, kvíði, öll þessi töff fyrirferðarmiklu kerfi, sko. Við fjölluðum hérna í síðasta þætti, þá tókum við fyrir Krishnamurti. Það var hérna maður hjá okkur sem hafði þýtt bók eftir hann fyrir 2 árum, sem heitir Frelsi mannsins. Og í þeirri bók, þar altså skrifar hann að núvitundin, núið, er alltaf byggt upp á hráefni sem er í rauninni minningar eða fortíð.
sama með framtíðarsýn sko. Ég sé með eitthvað framtíðarsýn, ég raun alltaf með eitthvað skona núvitund sko. Ég raun alltaf með eitthvað skona framtíðarsýn, en hráefnið fortíðin, minningar. Og ef ég með óuppgerða fortíð, hvort það séu afleiðing minna brota gegn öðrum eða afleiðing brota annara gegn mér, þá ég með skítuga og handónýta núvitund. Þá ég með ótta. En ef við skoðum þetta aðeins dýpra, það að segja, hérna, sumar minningar eru í dagvitund, sumar minningar eru eitthvað sem ég get kallað fram, sumar minningar eru mér hérna augljósar, en svo erum við með hið djúpa fljót undirmeðvitundarinnar. Og að því að heilinn okkar hefur þróast í þeim tilgangi að bjarga okkur, forða okkur frá sársauka og hættum og svo framvegis, þá hefur hann getu til þess, til dæmis að þú verður fyrir áfalli sem barn, og áfalli það alvarlegt, að þú ert að fá taugaáfall, þá getur heilinn slegið þess að reynslu út. Bara gleymt því. Þetta ekki að gerast. Og hann setur upplifunina djúpt niður í undirmeðvitundina. En þetta ekki hluti af þessari óuppgerðu fortíð? Jú, óuppgerð fortíð að sjálfsögðu vegna þess að undirmeðvitundin þetta fljót sem geymir allt. Einmitt. Þetta hérna... Hvernig hreinsa ég þetta? Sko, þú hreinsar þetta í fyrsta lagi með því að gangast við því að það sé eitthvað að. Það að segja að reyna að gangast við sjálfum sér eins og maður hér og nú með öllum þeim beiglum og öllum þeim rispum sem þar eru að gangast við sér eins og maður og mæta því með sjálfskærleik. Það þessi tvenna, það núvitund plus compassion, ástrík velvild, gamalt sjálfum sér, medicínu sem þú notar til að díla við ófullkomleika. Og það sem hérna, svo eru svona margvíslegar æfingar, margvísleg nálgun í því að díla við þetta. Þú þarft að byrja að því að þetta snýst allt athygli. Það að segja, það virðist svo að vera að heilinn forrita sig eftir því hvar athygliðin hverju sinni. Þannig ef að þessi óuppgerða erfiða fortíð, ef að það sem sagt mikil orka sett í það að halda niðri, gamalli reynslu, erfiðleikum og svo framvegis, þannig að þú þarft ekki að vita að því, þá ertu í raun og veru að næra þetta. Það stækkar. Það sem þú bælir, það stækkar. Því þetta allt bara orka. Þetta ekkert rétt eða rangt, gott eða vont, þetta bara energi. Og þegar þú setur svona mikið effort í og heilinn setur svona mikið effort í að halda svona traumatíseraði reynslu, þá þetta svona eins og að setja kjarnorkuúrgang í mjólkurferðinu og fara með henni í kjallara. Því ég sé þetta ekki og veit ekki það þetta ekki að virka. Svo ertu bara radiovirkur hann uppi, sko. Og það það sem gerist að þú verður fyrir einhver áfalli 5 ára gamall og það frýs í tíma og rúmi í undirmeðvitundinni. Þú manst kannski ekki eftir sem minning. Sko. En hins vegar getur þú núna, þetta fullorðin, lent í aðstæðum og eftir sem verður fyrir einhverju, það gerist eitthvað og það kallar á, þú upplifir það eins og 5 ára. Reaksjónin, áfall vekur upp áfall. Og þegar heilinn að díla alltaf við þetta, þá eru skilaboðin, þetta mikilvægt og við þurfum að hafa þetta í fyrsta sæti. Þannig að sjálfstýring hugans með svo mikil kerfi, þar sem verið að passa þig, halda upp í vörnum, kvíði mikilvægur, því að kvíði setur þig á alert, þú ert með árverkni og þú gætir að því að kíkja fyrir horn og allt þetta og svo þetta allt fínir hlutir í réttum skömmtum eins og þetta allt gott í réttum skömmtum en þegar þetta orðið svona yfirgengilegt og langvarandi þá þetta að veikja þig gríðarlega og þess vegna aðgengið þess vegna sko áföll sem menn verða fyrir sem börn eða unglingar eða hvernig það þau þurfi ekki endilega að vera krónísk, það til leið til að díla við þetta.
og það svo leið til dæmis sem að búddismi skilur eftir handa okkur og þetta fleiri kerfi fullt í arfleiðinni handa okkur sem að við getum unnið með en búddismin í raun og veru mjög skilmerkilegur af því að hann Búdda var svona sálgreinir hann fer bara í hennar leiðangur og stúdera það af hverju þjáist maðurinn hvert eðli þjáningarinnar hvert lausnin við þjáningunni og hvert eðli þeirra lausnar og hann fer alveg þú veist inn í þessi kerfi sem að vísindin í dag eru búin að teikna upp fyrir okkur og með gagnreyndum aðferðum að þá það samtal sem búddismin á við nútíma vísind alls ekkert úr skjön það bara komið nýtt tungumál í búddisminum við með heilmikið svona ljóðmæli eða þetta svona alltaf á ljóðrænan hátt þar sem að hann svona ávarpaður og hann ávarpar svona söfnuðin af því hann skrifaði aldrei sjálfur sko en í dag erum við bara með samanburðahópa og við látum þá æfa, græja og gera mælum þá og komist í raunum og getum mælt hvernig heilin og alfa-bylgjur og fleira af innmati heilans hvernig það svarar svona æfingum og ég bara sjálfur svona talandi dæmi það hvað núvitundar iðkun getur haft gríðarlega góð áhrif af því að sko það að æfa núvitund að verða var við hvað að gerast þegar það gerist án þess að dæma það raun og veru að taka stöðu áhorfandans og sjá þetta abstrakt og þetta svona eins og armbegir allar íþróttir þetta byrja með hasperum og erfiðleikum og svo framvegis þú bara heldur áfram og þetta verður kannski dálítið svona eins og þegar einhver að læra á fiðlu og þá man eftir því þegar Eggert Þorleifsson leikari var að lýsa þessu fyrir mér sá sem að læra á fiðlu það eins og að standi við ískáp við vegg og spyrni hausnum í hann og að reyna að ýta ískápnum í gegnum vegginn og bara svona auðvitað ekkert að gerast svo allt í nætti 3 ár komin í gegn og það er svona eins og með núvitundar iðkun að þetta er auðvitað heilmikill óróleiki og ýmislegt að gerast og þeir finnst þið vera að misheppnast af því hausinn út allt en það er einmitt bara eðli núvitundar iðkunar truflun og þess vegna er þetta þannig að verða var við hvað er að gerast þegar það gerist á þess að dæma og þá nota maður þessi 3 element sem við erum með á upplægi það sem við erum í núinu það er öndun, við öndum alltaf núna bara takk þetta þér tekur það ekki frá gerðu svona núna inn út núna og finnur fyrir hörundiðinu núna finnur fyrir hitastíðinu í rýminu núna og svo finnur líkamæn hvernig aðdráttarafli heldur okkur á stólnum það er núna og svo allt sem við heyrum núna þetta eru 3 stóðir sem þú lætur vitundina styðjast við þannig að þú situr og hugleiðir þú getur haft opin augu eða rökkvað augu þetta er bara spurningin það að sjá en ekki horfa á þetta er spurningin að heyra en ekki hlusta eftir og þú vitundi styðst við þetta leið fer hugurinn af stað og fullt af hugsunum og tilfinningar með og eina sem það gerir er að maður leyfir hugsunum að koma maður er ekki að reyna að stöðva þær maður er ekki að reyna að tæma hugan maður er bara algjörlega í þeirri stöðu að verða var við síðan þarf maður að hafa með í þessu ferðalagi kærleik og kærleikur er hluti af darwinískri arfleið heilans, þetta er bara hluti af þróun og þetta er bara hluti af því sem við erum smíðaðir úr þetta er svona, talaði þetta sé 3. tilfinningakerfi, við erum með varnarkerfi, við erum með hvatakerfi þar sem er þessi verkfræðingurinn og þetta er í okkur græja og gera og svo þetta sem þróast með manninum þegar hann fer að búa saman í þessum hópum fjölskyldur, 30-40 fjölskyldur saman
að þá þróast þessi geta að þetta empati, samkenndin og ástrík velvild og finna til með öðrum og allt þetta. Þetta eitthvað sem við höfum hann uppi og þetta breytir hérna bæði hormón og boðefnum og hefur bein áhrif sko á andlegan og líkamlegan líðan okkar. Og það ekkert betra stöf til að hérna heila okkur en þetta, kærleikur. Getum bara að nota orðið kærleikur. Og þessi stöð heilans gætt sömu náttúru og annað að sko varnarkerfið þannig að það alltaf í viðbragði. Það bara bregst við svona. Og þannig að það oft sem að menn geta verið í ofurseldir hérna varnarkerfinu og flúið svo beint yfir í hvatakerfið í að græja og gera og skara fram úr og til að flýja í raun og veru og þar við með fíknina og þar við með valdfíkn, við með svo margt sem við notum til að þurfum ekki að finna fyrir þjáningun inn í varnarkerfunum en skautum fram hjá sefunarkerfinu. Þannig að við þurfum að vera meðvituð kærleikan og vera meðvituð hvað hann og hvaða þýðingu hann hefur og við þurfum að æfa hann. En getum við sko iðkað eða upplifað kærleik hvort það sé sko, það náttúrulega bara eitt kærleikur sko en þú getur sama tíma skiptunum í kærleik gagnvart út á við sem og kærleik gagnvart sjálfsþíns. Já, þetta sama medicínu. Í rauninni, en geturðu iðkað eða upplifað samkennd gagnvart sjálfu þér og öðru án þess að hafa gert upp og gengist við því sem þú ert og hvað þú hefur gert. Þú getur, það ekkert óalgengt sko að hérna, þú veist, rafvirkinn getur verið að setja upp kerfi fyrir þú út í bæinn en með rússneska ljósabíl heima. Og þess vegna getur alveg maður sem þjáist getur hérna flúið þessa þjáningu sína með því að hjálpa öðrum og sannarlega sýnt öðrum kærleik. Sannarlega, þú veist, þetta eins og við getum sagt í spóramenningunni sko, að vera í 1. og 12. spóri. En sko, en það gerir ekki hamingjusaman. Og það sem að Búdda var að kenna, það sem hann fókuseraði á, var bara þetta. Að því menn voru ofta svona þeirra tíma heimspekingar vildu taka hann í kappræðu hérna rökræðu dýpstu sannindi heimsins og þú veist hvort kemur á undan hænan eða eggið það skiptir engu máli það einu sem skiptir máli að þessi orðræða gagnist okkur í því að vera hamingjusam og ef það gagnast okkur ekki í því þá bara þagða svaraði með þögn þú veist ég ekki, þú veist, það heitir ekki bullshit, en bara, en það bara, það skiptir einhver máli í þessari viðleikni okkar að vera hamingjusam. Og þegar við skoðum svo hérna tilgang lífsins og vísum í hérna Dalai Lama, þú veist, það ógulega gott að kóta í Dalai Lama, því þá allir bara já. En hann sagði þetta í Laugardalshöllinni, forðum, þegar hann fékk þessa spurningu, hver tilgangur lífsins? Og hann sagði tilgangur lífsins að vera hamingjusam. Og að vera hamingjusam ekki forréttindi, það mannréttindi. Og þess vegna það okkar missjón í að skoða það, hvað get ég gert til að vera hamingjusamur? Og hvað það? Hvað að vera hamingjusamur? Að vera hamingjusamur í raun og veru að vera í þessum balans. Þessum gilda meðalvegi. Ekki fara að eldast við það að vera hamingjusamur. Heldur farði það að skilja hver þú ert og vera í þessum balans. Hvað gerist þá? Kemur hamingju. Ég ekki frá því að ég sé hamingjusamur. Þú veist. Ef leiðum maður fyrir að eldast við það að vera hamingjusamur eins og maður gerir þegar maður ódrýtaður. Nefnum ég var að drekka til að vera hamingjusamur. Ég var að reykja hass til að vera hamingjusamur. Ég var að klæða mig svona og svona til að vera hamingjusamur. Ég var stöðugt að reyna að vera hamingjusamur. Einfaldlega að ég þráði það. Af því það er aftur all tilgangur lífsins, skilurðu. Og það ekki fyrir maður gerst upp við að elta þessa hamingju að maður kannski á séns á því að öðlast hana. Af því hún liggur í upplagi okkar og þá getum við vísað í
þá getum við vísað í arfleiðina. Hvað sagði Jesú? Hann segir konungsríkið býr innra með þér. Og svo segja menn allt sem þú leitar af býr nú þegar innra með þér. Og Búdda segir vertu þitt eigið ljós. Þetta allt hér, þetta allt í þessari uppruna getu. Í þessari, eins og ég byrjaði á að tala við fæðumst með upplagið, svona, flestir, þú veist, upplagið til að vera hamingjusamir innbyggt inn í kerfunum okkar. Þetta ekki eitthvað sem að, þetta ekki lotteri eða hlutskipti fárra eða sérstakra. Við erum öll byggð upp með getuna til að vera hamingjusam. Af hverju svona fáir sem að ná hamingju? Við erum kannski ekki rosalega fá. Ég held að við vanmetum oft hversdagsleikann og svona, þú veist. En hins vegar, það sem að veldur því að maðurinn þjáist, þetta, þú veist, fyrir 2500 árum, þá leggur Búdda af stað í þessa missjón eftir að vera fyrir andlegri vakningu sjálfur, þegar hann fer út úr þessum sýndarveruleika sem hann var alinn upp í. Hvað heitir það? Truman Show, þannig að myndin. Já, eftir að tala þegar hann yfirgefur konungsöldina. Þegar hann yfirgefur konungsöldina, sko, hann beittur svívirðilegu, tilfinningalegu og svona, emotional ofbeldi af föður sínum. Sem bara fólki í því að honum boðið upp á upplogin veruleika. Sem í raun að veru grimmúlegt, sko. Og honum það fyrir haldið leyndu fyrir honum að móðir hans deyr þegar hann bara 6 viku eftir hann fæðist og systir hennar elur hann svo upp og hann álítið það alltaf móður sína og við getum gefið okkur það á einhverjum tímapunkti kemst hann að því að þetta allt lygi. Þegar hann fer út fyrir borgarmúrana og sér dauðan, ellina, þjáninguna, veikindin og snýr tilbaka og segir what the fuck? Hvað í gangi? Og þá ekkert ólíklegt að hann sjáu bara í gegnum það að það búið að vera að ljúga hann allan tíma. Og hver segir ekki hann hafi komist að því að móðursystir hans ekki móðir hans. Hann nýbúinn að eignast strák, hann Rál með konu sinni og það þarf rosa mikið að ganga á að þú verður fyrir svona áfalli að þú yfirgefur fjölskylduðina til að bara að leita svara yfir því þegar þú færð sko 32 ára hvað hann var þú færð þetta svona í andlitið að maðurinn þjáist og þú hélst að þetta væri bara alltaf. Já, hann kastar á sér öll. Hann kastar á sér öll. Og síðan fer hann í þetta ferðalag sem að ég skoða dálítið, Búdda dálítið út frá áfallasögu og fíkni og svona tengja dálítið við fíknisjúkdóma því að hann fer að leita af einhverju lausn á þessu og hann fer út í skóg þar sem þeir eru sem var sérstaklega svona mjög mikið landsvæði sem var bara helga þeim sem vildu stunda jóga og hugleiðslu og þetta af því þetta var kikkið í þá daga ég meina súpistjörnunar eða svona rockstjörnunar voru jógar sko. Allir ungi menn vildu vera jógar sko. Og hann fer þarna þetta maður sem búinn að fá fullkomna menntun hann íþróttamaður bara svona warrior og hann fer og það vita allir hver hann þannig að hann lappar bara beint að aðalspöðunum það eru einhverjir 2 jógar sem aðalstjörnunar og hann fyrir nám hjá þeim masterar hjá báðum og stuttum tíma læra allt sem þeir hafa kennt honum og það sem gerist að hann í gegnum sko jógaiðkun uppljómast hann það að segja að hann fær blitz en kemur alltaf niður það bara eins og þegar við tökum ecstasy þú veist menn hafa orðið hægja á einum ýmsu efnum en þú kemur alltaf niður það bömmurinn, annars værum við alltaf á þessu hann kemur alltaf hann fær svona innsýn hann kemur niður og þá segir ég við getum ekki kennt meira viltu ekki bara koma og kenna með okkur og segja nei, þetta ekki það sem ég að leita ég að leita af einhverju þar sem maðurinn í stöðugu ástandi hamingjusamur án þess að það séu svona skaðlegar afleiðingar þú veist þetta upp og svo niður það erfitt og þá fer hann og hittir sexmenningana og þá var það svona öfgafullt dæmi að leitin af sjálfum sér og uppljómun
var í raun og veru gegnum það að hafna sér. Meinlætis. Meinlæti, já. Meinlæti. Það að segja hafna holdinu, hafna líkamlegri tilvitsinni með meinlæta lifnaði. Þannig að andinn yrði frjáls. Þetta var nú loðað ansi lengi við okkur, þetta attitude. Hann með þeim í 6 ár og það undir lokin sko, þegar hann orðinn bara 40 kíló eða hvað það var sko og að taka bara 2 grjón á dag og svo smá vatn í gennum bambus. Félagar hans haldi í honum lífinu en eru sjálfur ansi illa á sig komnir allir. Og þá bara allt í hennu fattar hann það. Þetta bara eins og þegar fíkillinn finnur botnin. Þegar ég að deyja. Og ég ekki komin nálægt í að fatta út á hvað þetta gengur. Og ég drefst á þess að fá svar. Hann stendur upp og ég hættur þessu. Veist, ég er farin í meðferð, ég hættur. Og hann stendur upp og drífur ekki nema niður á Árbakka sem hann rétt hjá og fellur undan eigin þunga sem engin og hann drukknaður þá kemur hann að sveitastúlka. Sér hann að mann vera að drukkna í læknum og kippur honum upp og skellir honum á öxlina á sér og steðjar hann heim til pappa síns sem bjó hann rétt hjá og þar komið líf í hann sko. Bara matur og hann nær sér svona, þú veist, kemst á lappir og þá sér hann sko þessi meinlæta lifnaður, þetta ekki svarið. Þannig að hann, þú veist, hins vegar þrautþjálfaður jógi, hann mjög færi í þessu öllu sko, ákveður að setjast undir tré sem seinna var kallað Búddatré við tjörn og segir, ég gef mér það að standi ekki hér upp fyrir en ég búinn að fá svari við því akkur þjáðismadur. Og hann sest hana eftir x langan tíma að þá fær hann flashback. Hann fær flashback í það að þegar hann barnaaldri í vöggu og settur undir tré eins og hann sat þarna og pappans að það verið að byrja að plæja akrana og það mikil hátíð. Pappans fer á eftir uxánum og kóngurinn sko, tekur fyrstu rásina í moldina og jörðin opnast og lirfur og ormar veltast upp, fuglarnir koma og éta þetta, grípa þetta upp, þannig að hann upplifir, hann hefur svo ofboðslega sterkt empati í þessu minni. Hann upplifir sársaukann, dauðann og fegurðina í senn og hann upplifir svo samkenndina með öllu lífi sem barn og þá kemur þetta svarið, compassion. En á sama tíma liggur í leyni Mara, konungur undirheimana. Lágu stöða. Já, búin að fylgjast með hann allan tíma, hugsa ég verð að stoppa þetta. Þegar þessi maður upplifast, þá ég búin að missa tökum mínum á mannkyninu eða á manninum. Svo hann setur í gang alls konar óáran, sendir á hann náttúruhamfarir og herflokk og djöfla og físnir og allt. Og eina sem Búdda gerir þegar þetta hellist yfir hann, þá segir hann bara, ég sé þig. Og við það að segja, ég sé þig, þá fellur þetta allt. Þannig erum við komin með þetta sem ég var að segja áðan, að gangast við. Og Búdda segir, þú veist, þjáningin ekki vandamáli, heldur afneitunin. Og þess vegna, þess vegna það svo að ég að díla við fíknisjúkdóm og afleiðingar til 42 ára aldurs, þar til ég fyrir upp í Pont á Vogi og segi, ég heiti Þorlákur, ég alkohólisti. Þú stígur úr samsvörun með eindinni. Já, þú getur ekki breytt neinu nema að gangast við því. Það fyrsta skrefið, þú verður að gangast við því. Og þegar leið og gengst við því, þá missir þetta, því Mara, konungur undirheimana, bara hugur okkar. Og allur þessi djöflagangur þetta óafgreiddi undirmeðvitund, áfallasaga, sem tryggir að svo, þú veist, við erum alltaf að reyna að sefa þetta ójafnvægi okkar með græðgi, með kynlífi, með efnislegu hlutum og svo framvegis og þetta spíralar okkur alveg niður í drasl. Og þess vegna leið og við göngust við því
ég sé þig, þá missir þetta power og verður allt í einu viðfangsefni. Og þá kemur þetta, þú komið viðfangsefni, en hvað ætlar að glæða vitnesku, eða sko vitund þín fylgist með og með þér, hvernig ætlar að mæta þessu? Þegar ég að huglega, því ég þurft að fara í gegnum mína vinnu og ég þurft að horfa upp á margt ógeðfellt og erfitt í huga mínum og í reynslu minni og til þess að ég hopi ekki undan, sem bara eðlilegt, og það eðlilegt að við tökum þetta allt í smáum skrefum eða misjafnlega stórum, að þá mjög mikilvægt að við þjálfum með okkur hennar sjálfskærleik. Það að segja, ég mæti þeirri reynslu sem ég upplifi hverju sinni með allir þeirri velvild og kærleik sem ég hef. Og þegar þú mætir og aðhefst ekkert með það, þú mætir sársauka og þjáningu og þú andar inn í það með kærleik. Þannig aftengjur það. Það að segja að við sko eina leiðin til að aftengja myrkrið að koma með ljós. Sko. Og það þú veist, þetta eins og vinnan á Litla-Hrauni, við erum með fangelsi og það glæpamenning og í fangelsum alltaf glæpamenning og það nánast ómögulegt að sigra glæpamenninguna því hún innmúruð, hún hluti af þessum arkitektúr sem glæpamaðurinn flytur með sér og það alltaf menning í kringum þetta. Kúltúr. Já, þetta félagslegur hópur með arfleið, tradisjónir, helgisiði, það allt í gangi og þetta glæpamenning. Og þegar þú ætlar að mæti með refsimenningu, þá í raun og veru alltaf að glæða hana. Þú alltaf að styrkja glæpamenninguna með refsingunni. Hins vegar, ef þú býr til annað valkost, sem batamenning, kemur með ljósinn í myrkrið, þá allt í einu komið með valkost fyrir þá sem að taka þátt í þessu, sem kom inn í þetta rými. Og þannig með því að bjóða upp á þennan valkost, þá veikirðu glæpamenninguna án þess að berjast við hana. Án þess að dæma hana. Þú bara býr til annað valkost. Skilur. Og það það sama þegar ég að takast á við erfiða hluti tilfinningalega úr djúp kerfum mínum að í stað þess að dæma það eða fæta það eða flýja það og gengst ég við því og ég mæti því bara með velvild og kærleik og til þess að þessi velvild og kærleikur ekki bara meðvirkni þá þarf að vera þarna viska, það þarf að vera þarna þekking. Þegar við tökum inn í þessar vangaveltur okkur, vísindalega þekking og rannsóknar á heilanum og rannsóknar á því hvað áföll gera við heila og taugakerfi og svo framvegis, þegar við höfum heildar stóru myndina, þá sjáum við allt innu, auðvitað var þetta svona, auðvitað gerðist þetta, sjálfsögðu endaði maður í fangelsi. Þú veist, ég skil það, en það tekur ekki það af mér ábyrgðina, en ég sé það og með þessum skilningi, þá get ég andað inn í reynslu og sögu mína kærleik og sagt mér þykir vænt þig. Hvernig svo sem þetta fór, þá þykir mér vænt mig. Og ég ætla að gefa þér allan það ást og allan það kærleik sem ég á og við ætlum að halda áfram. Þetta útgangspunkturinn. Þetta útgangspunkturinn inn í fangelsinu. Þetta útgangspunkturinn á starfsmannafundi í bankanum, í seðlabankanum, eða wherever. Því þegar við ef við þurfum að huga að allir þessari þekkingu og allir þessari arfleið sem við eigum mannin og svo vísindarannsóknir á því hvernig við erum að upplagi, líffræðilega, taugalífeðlisfræði og svo framvegis, að þá getum við tekið undir orð Paul Gilbert, sálfræðings, sem virtur sálfræðingur og doktor sem hefur verið á Íslandi og verið að handleiða sálfræðinga hér og aðgengilegur á YouTube, mikill sérfræðingur í compassion og hvernig það kemur inn í sálfræðina. Og hann segir, þú veist, hið eðlilega ástand mannsins að vera í ójafnvægi. Þannig að hugmyndin normal mann, af hverju getur ekki verið eins og aðrir, af hverju getur ekki verið eðlilegur. Nei, af því að ég human og get ég ekkert verið eðlilegur nema að vera í ójafnvægi, þú veist. Og þú veist, þessar upplýsingar, fyrsta lagi, þær gefa þér okkur von, þær taka frá okkur skömmina og þær gera þetta allt miklu aðgengilegra.
ef þú gengst við þér eins og þú ert, ef þú gengst við ófullkomleikaðin, og það það sem við sitjum upp í the humankind, sko. Við erum svo ófullkomin miðað við það, sko. Þú veist, við erum með allt upplagt til að vera hamingjusöm, en þú klúður því. Það ekki af því að það basically ekki okkur að kenna, heldur við sitjum uppi með ófullkomleika sem við hins vegar með þekkingu og iðkun getum náð tökum á. Þess vegna vonin þarna. Vonin fyrir mannkynið að gangast við ófullkomleika sínum, greina og átta sig á því hvað þarf að gera til að mæta þessu ójafnvægi. En það hlýtur að hjálpa okkur að vera alin upp af upplýstu fólki. Erum við það? Ég að segja, það hlýtur að hjálpa þeim. Það ég sammálaður í því, og það það sem við erum að berjast í dag. Það að koma þessari orðræðu sem við erum með hér, af því að við getum átt þessa orðræðu bara á eðlilegu máli og við getum alveg farið einfalda þetta niður í það að við getum notað þessa orðræðu inn á leikskóla, við getum leiki, myndir, við getum notað þetta í barnaskólum, við getum notað þetta á unglingastigi, við getum notað þetta á háskólastigi, við getum notað þetta inn á heimilum, við getum notað þetta allstar, hvar sem hvenær sem getur þú verið að eiga við það, að næra þig með kærleik til sjálfstíns og annara. Algjörlega. Og það þarf ekkert að tengjast trúarbrögðum þó að þau hafa haldið utan þessi arfleið, þau eru ekki að tengjast kvöldi, þau bara tengjast common sense. En þarna ertu með kerfið, sko, altså skólakerfið, eða leikskólakerfið, svo erum við með foreldrana líka. Það þessi tvö öfl alltaf sem að keppast. Já, en eða sem eiga að vera að vinna saman, sko. En nú erum við komin inn í samtíma umræðu, bara okkar samfélag og þar, þú veist, við verðum að, þetta eins og sko, hvar eigum við að byrja? Og þetta eins og hvernig eigum við að komast á heimsmeistaramót í fótbolta? Og við byrjum 10 árum fyrr, við yngri deildina. Algjörlega. Og eins, þú veist, hvað gerðist áður en allar hljómsveitina fór að mega? 10 árum fyrr var settur bara rosa peningur í músiknám í skólanum. Algjörlega. Það var bara bomba, og þú veist, og það ef við setjum umræðum tilfinningalæsi, kærleik, samkennd og auka þessa færni barna, þá eftir 10-15 ár erum við að fá þetta inn í samfélagið, ég sé þetta í skólanum hjá börnunum mínum, sko, neohumanismin nýr í Skerjafirði, sko, þetta bara nákvæmlega þessi nálgun tekin þar, sko, upp í hugleiðsluhring á morgnana og talað kærleikinn og ná einhvern annan, sko. Þarna erum við líka þessi ég vinn í Valdorfinu, sko. Já, þannig að þetta til. Ég get sagt ykkur, þetta að gerast í stóru fyrirtækjum. Að við tökum pólisíuna í stærstu fyrirtækjum heimsins, sem Amazon, Google, Pepsi og svo framvegis. Þá eru hættir að reyna að árangurstengja starfsmanna viðhorfið. You can do it, you can make it og allt þetta. Sem var fyrir hrun. Nú snýst þetta það hvernig getur orðið hamingjusamt og skilyrðislaust, ekki sem starfsmaður Google eða heldur hvernig getur þú orðið besta útgáfan sjálfur þér, no matter what. Þeir eru fann að sjá hagsinn í því. Já, það þetta besti og þess vegna nýja hagfræðin okkar, hún tekur þessa breytur líðan mannsins inn í hagfræðina ásamt umhverfismálunum, af því þetta allt samofið. Þetta helst í endur afkvæmst. Þannig ef að hagfræðin tekur þessi gildi inn, þá erum við að stuðla að hljóðfærið, human being á Mother Earth, slá sig, maðurinn á Mother Earth hárfínt hljóðfæri, stillt inn í þennan kosmíska tjún þar sem allt í jafnvægi. Það allt í jafnvægi. Þetta auðvitað það sem Indíánar Norður-Ameríku og þú veist, og þetta fólk sléttunar og skóana, veiðimennirnir, algjörlega meðvitaður. Móðir hafsins hjá grænlendingu til dæmis, sko, refsa þeir fyrir græðgi, fyrir að drepa ónauðsynjalausum með því að taka frá þeir veiði náttúruna. Þú veist, og þess vegna þessi umræða jafnvægið, hún hefur fyllt manninum alltaf. Það sem að stúta okkur hins vegar, sko, þegar við tökum það versta í ójafnvægi mannsins og setjum inn í hagkerfið sem hagvöxtur og gróði. Og þá erum við komin inn í absúrt þangagang, þar að segja.
þessar hugmyndir mannsins gróða og hagvöxt út úr tjún við allt sem heitir jafnvægi. Það allt bætt að þetta botnlaus græðgi og það sem við erum með hagfræði sem endurspegla fíkniástand. Fíkniástand endar með geðveiki eða dauða og það hlutskipti mannkynsins ef það verður ofurselt hagkerfi sem með þessar breytur sem þýðingamiklar. Þannig að leiðin fyrir okkur sem einstaklinga og heild að taka þessar breytur inn sem hamingja og taka ábyrgð á því. Þú tekur ekki ábyrgð á hamingju nema þú veist, og þennan sammennska tón sem til. Áður en við förum inn í þetta með hvernig þú ert að sjá fyrir þér alls og framtíðarsýn. Þú nefnir þetta geðveiki eða dauða, þetta hrun efnishyggjunnar. Þá langar mig að vita þessi vinna þín eða ykkar með föngunum, þessum dæmdu mönnum. Hvernig hún að skila sér og hvernig þetta að ná að koma skilaboðum áleiðis til altså þessara manna sem að skilja kannski að tala kannski allt annað tungumál en þú ert vanur að boða þinn boðskap áfram. Það nú svo merkilegt að ég tala nákvæmlega sama tungumál á þér. Og ég þurfti ekki túlk til að ná til þeirra. Þetta auðvitað gerst að því ég kem bara í þjáningu. Eina ástæða fyrir því eftir að vinna inn í fangelsunum að mér líður ekki vel. En ég finn það að með því að fara austur og vinna með þeim, þá eitthvað að gerast í mér sem svona wow. Hvenær var þetta? Þetta að verða 20 ár síðan, Þetta bara upp úr aldamótunum sem ég að byrja að fara austur með sponsornum mínum og svo svo það einn félagi minn sem hafði setið inn í 16-17 ár fyrir morð sem ég að sponsa og allt í henni segir hann, það var að opnast þarna kvöld, strákarnir, var einhver gæi sem var með eitthvað prógram, hann bara flúin úr landi, það var eitthvað ves, en þeir eiga þennan tíma, þeir vilja endilega fá mig, þetta ekki til ég að koma með mér. Og ég segi já, hvað við að fara að gera? Það veit ég ekki, það láta gott af okkur leiða. Og ég bara, já, ég kem bara með þér. Svo förum við austur og eftir nokkuð skipti, þá áttum við okkur á því að við verðum bara að setja eitthvað í gang og við settum þá í gang með hjálp mjög sterkara aðmanna að fara bara og kryfja bókina og hún var tekin með 20 manna hóp dagt eftir því. Það sem var lesið setning fyrir setningu gegnum alla fucking bókina og útskýrt, það var greint. Þetta var back to basic, bara alveg og þetta tók vel á annað ár þessi lestur, já. Og úr því kemur að sterkustu menninir í þessum hóp að því það hírakí þarna inni, þeir ákveða að fara í sporin og síðan þarna erum við að búa til batamenningu og markmiðið hjá okkur var að búa til sjálfbæra menningu sem væri þannig að þeir sem myndu taka sporin með okkur myndu svo taka sporin með sínum mönnum og síðan byggjum við upp svona struktúra, við erum 4 sinnum á ári erum við með ráðstefnur sem byggðar upp, þeir byggja það, við komum þessi gestir. Altså inn í fangelsunni, já. Og það líða árin og við erum bara búin til mjög sterkt samfélag. Síðan ég að kynnast búddismannum og byrja að vinna í því og vinna í hugleiðslunni og þá kem ég inn með hugleiðsluna og það dæmi. Og að því það eru sterkir menn að fara með fundin og svona, ég fókusera á hugleiðsluna. Þetta eins og næsta skref. Já, ég geri það. Og mín reynsla að hugleiðslan hún það powerful, að ef hún ekki með inn í 12-spora vinnun inn í fangelsunum, þá 12-spora vinnan veik. Einmitt. Og ofan í þetta hefur bæst núna síðustu árum og bara síðustu misseri erum við konum með mjög færa kennara í öndunartækni. Það svona öndunartækni sem færi til að fara í tengingu við tilfinningakerfin og tilfinningalæsi og að og hugleiðsla svo með því
eitthvað svona pranayama Já, æfingar þetta er ekkert langt frá Wim Hof, þetta er öðruvísi, þetta er ekki eins ekstrím. Kundalini Já, þetta kemur úr jógakúltúrnum. Þeir eru með, það eru þess að bæði kalla eldöndun og svo vindöndun. Það er bara verið að vinna með kerfina því að öndunin, leið hún er núvitundarstóð, þá ertu með aðgengi að öllum orkustöðum líkamans í gegnum öndun. Og þegar þú fer að vinna kerfismundi með það, þá ertu að búa til svo sterka reynslu að þeir sem upplifa þetta, strákanir sem þeir verða fyrir innri reynslu sem er ekki intellektual, heldur kemur ekki inn í kerfin þeirra og þeir segja, hei, eru þeir að fara í sorg? Það getur alveg gerst. Og þá erum við með eftirfylgni fyrir því. Til þess að taka á móti þessu. Já. Og þetta er, það er definitely árangur. Við erum definitely þessi vinna er búin að breyta orðræðun í fangelsum, menning í fangelsum og hugtak eins og kærleikur og mildi og allt þetta. Þetta er bara tungumál í undirheimunum, skilurðu. En afmarkast þetta ekki við einhverja ákveðna ganga altså innan stofnunarinnar eða það gerir það auðvitað við getum ekki unnið með þeim sem er í neyslu en við vinnum samt með þeim sem er á geðlyfjum. Við reynum að vinna með þeim líka vegna þess að og það er smá konflikt í þessu en ekkert óyfirstíganlegt og við erum bara að læra á þetta dálítið, bæði fagfólkið og við og það er það sem stefnt er að í þessari vinnu, það er að komponera saman grasrótarstarfi og svo aðkomu fagfólks og það sem að ég myndi vilja sjá meira af það er svona handleiðslega þerapista. Það er að segja sem getur unnið með áföll og áfallarsögu og eins og fíkniráðgjafar sem nálgast fíknisjúkdóminn út frá áfallarsögu. Þetta eru bara mjög mikilvægar einstaklingar í þessu flæði. En það er önnur saga en hins vegar rauði þráðurinn í þessu öllu er að nálgast þetta verkefni með compassion. Vegna þess að það er það fyrsta sem þú þarft að gera þegar þú kemur inn í svona umhverfi, þú þarft að búa til traust. Og ég spurði einn vin minn, annar sem hafði sittið inni fyrir svaka glæp, satt inni í einhverju 16-17 ár og einn af þeim var svona mentorum minn í því að læra hvernig ræður við menn í þessum aðstæðum. Og hann sagði við mig, það er allir búnir að reyna allt í þessu, þú veist. Pabbi, mamma, presturinn, lögreglan, allir, börnin, það virkar ekkert. Það eina sem þú getur snert á með er kærleikur. Og það er bara, þú veist, bara með þetta í huga, að þá nálgast ég alltaf þetta verkefni bara út frá kompassi. Þess vegna hafa aldrei verið persónulegir hagsmunir í þessu. Þetta skynja þér alveg. Það er tengingin. Já, það finnur bara. Það, þú veist, ásetningurinn er hreinn. Og svo líka þetta að þessu ótrúlega þrautsegja í mér að koma aftur og aftur, ár eftir ár. Það uppskar bara virðingu hjá þeim. Þau segir bara, hvað er að þessum gæja? Hann er alltaf hérna. Og svo lokum, ég sem að kíkja. Þú veist, það er bara respekt. Það er bara það. Við erum búin að fara alveg víðan völl. Þetta var bara hver er tolli-spurningin, Já, þetta var bara hver er tolli-spurningin. Davíð, mér langar að fara aðeins í listina. Já, mér langaði að spyrja á það, hvort að þú hættir að drekka og reykja, þú varst 42 ára. Hvernig heldur að þú hefur verið þessi listamaður og þú haldið áfram neyslunni? Heldur að það hefur verið til bóta eða heldur að þú hefði staðnað frekar? Já, það er svona okkur ljóst að maður hefði staðnað. Ég reiknaði nú svo sem hann ekki svari, en fannst þér þetta móta þessa listamanna? Þú talar bóhemanna og alltaf þessa snillinga og svo leið. Ég held að enginn þessara listamanna hefur orðið betri en þeir auðvitað sumir hverjir ná að koma frá sér þjáningu sinni á stórkostlegan hátt. En hver segir að þeir hefðu ekki getað gert enn stórkostlegri hluti ef þeir hefðu haldið áfram, þú veist, inn á vegi ljóssins, innan gæsalappa, þú veist. Og þú veist, ég
ég ekki talsmaður þess að snilligáfan fæðist í ofskynjunarefnum. Það fæðist margt þar og sumt crazy og fyrir okkur sem standum utan við það þetta oft svona ansi vírað. En hver segir ekki að maður með þessa getu myndi ekki hafa gert enn flottari hluti ef hann hefði verið. Sko, ég ekkert viss að Halldór Laxness hefði skrifað betra ef hann hefði verið á amfetamíni. Nei. Þú veist, eða kókaín eða eitthvað. Ég ekki viss. Nei, ég mitt sko. Það er athyglisverð pæling. Það er athyglisverð pæling. Nei, algjörlega. Nei, fatt auðvitað hefði eitthvað komið út úr því. Nei, ég mitt. Ég ekki vann það, en hefði það verið betra stöf. Nei. Mér lefs. En þú hefur tilneyingu til þess, meina, þú veist, þú ert að hitta menn sem eru búin að vera stónd í 40 ár. Og það bara, þú veist, eins og hérna, þú hittir einhverja gamla hippa sem niður í Istanbul sem lögð á stað til Kathmandu 1968 eða 70. Drif aldrei lengra en sko, í Evrópu hverfi hann undir brúnni og eru þar með Freak Brothers hérna við hliðina á sér, hérna teiknimyndasögurnar og hlust á Doors, gamli kallar bara. Jeg har jo has i 50 år, jeg tror, at jeg har ikke gjort mig noget. Þessi hérna þeir. Bara stoppar þetta. Algjörlega. Menn deyja bara. Þetta það sorglega við þetta og ég þekki það alveg að ég ótt óskað þess að ég hefði verið meiri fyllibita en hassur. Já. Bara þetta rosalega erfitt að hreinsa þetta úr kjarvanum og komast inn. Sko. Þú veist, fyllibita hristi sig eftir 10 daga á Vogi eins og 100 af sundi. Sko. Bara, ok, bara, hvað svo? Bara hreinn. Sko. En hvað listin fyrir þér? Já, ég meina, starfar sem ertu starfandi listamaður eða listin eitthvað meira? Listin fyrir mér bara súrefni, sko. Þetta bara skrifað í skýin. Ég fer í myndlistarskólan í raun og veru bara til að komast inn í samfélagstaktin og fá að tilheyra, þú veist. Þetta eins að fara í mótorhjólaklúbb eða eitthvað, bara fá vesti og fá að tilheyra. En getan öll inn í uppruna kerfanum. Sko. Ég gat þetta alltaf, ég var alltaf með þetta. Og þegar ég kem frá Kristjaníu sko 1973, þá var ég bara þannig að geta mín til að læra á bókinu var bara farin sko. Og ég bara, þú veist, ég átta mig ekki á því hvað hefur gerst. Ég bara finna að hérna, það einhver hellingur af og ég get ekkert sett puttan á það. Og í þessari surviving sko, hérna, viðleikni, að þá enda maður bara það sem matur, húsaskjól og vinna og það bara út á landi. Þá ertu bara að flakka á milli verstöða, ert sjómaður og þú veist, og ég næ mér rosalega vel upp úr þessu, sko, líkamlega. Ég næ poweri og ég næ eitthvað, en ég næ ekki. Hausinn á mér enn, sko, ég næ ekki að læra. Ég get ekki lesa, ég held ekki einbindingu við að lesa. Og svo þegar ég átta mig á því að ég eiginlega að festast bara á togara, sko. Og vini mínir sko á námslánum í Svíþjóð eða Kaupmannahöfn einhvers staðar kaffihúsum að drekka rauðvín og í fíling sko. Hávetur í stofu hita. Ég einhvers staðar að hala með honum. Bruna gatti og við bjóðum með þér. Og ég segi, hvað? Þá fattaði ég ekki teikna sko. Ég með þetta. Svo ég gerði möppu. Svona teiknimöppu. Og sendi hann inn til að taka inntökupróf og var samþyktur og komst inn í myndlista handíðarskólan sko, sem þá var sko. Og þar fer ég bara inn með þessa uppruna getu. Þú varst ekki byrjað að mála þá? Nei, þú veist, í þessu sorgarferli sem unglingur sko, þá fer ég í svona sjálfsöfnun og tek fleiri 100 myndir sem ég átti sem barn og unglingur og hendur þessu öllu og ætla aldrei að koma nálægt þessu. Svo maður bara nýttur til þess að fara í þessa stöðu sko. Og sem bara hérna takk, þú veist. Hver að vefa teppið? Ég bara þráðurinn eða ég vefarinn? En hvað gerist í þessari sköpun? Þetta flæði. Ég vinn rosalega mikið út frá innsæi og út frá hjartaorkunni og út frá svona traustu mínu á ferlinu frekar en það að greina þetta intellektual.
þú veist, ég styðst auðvitað við hugmyndir og þekking og ég styðst við sko arfleiðina, ég styðst við hérna það sem aðri málarar hafa gert á undan mér. Ég undir áhrifum og allt það. En svo finn ég minn takt og ég löngu búin að finna hann, skilurðu. Og ég alveg að surfa dálítið svona á eigin spýtur bara með það sem ég hef og breytum stíla og fara í þetta og fara í hitt og svo framvegis. Og hérna, og það alltaf af nægu að taka, sko. Mér verður aldrei, hérna, mér skortir aldrei efnistökin. Og það ofboðslega þakklátt að geta farið eins og í morgun að hérna, byrja á því að labba með hund, byrja á því að vera með stuttabæn og fara svo með svona ásetningar, svona hvatningar, svona viðhorfsmöntru. Fá sér kaffi, fara svo út með hundinn, koma svo heim og segja ég ætla að fara niður á vinnustofu og gera eitthvað geðveikt. Þú veist, veit ekki hvað það svo það kannski ekki geðveikt en það tilhlökkun og bara já, gera eitthvað geðveikt fara niður eftir vinna þar í 4 tíma í dag góð músík og svona byrjar þá bara okkur ný ég bara með þetta bara hérna alveg nýr, stríi, nýtt, alveg og svo ég með kannski 5-6 myndir sem að detailast einhvers staðar tek það svona on the side en það ótrúlega gaman að byrja á einhverju nýju og það springa út á hvítum strigunum eitthvað svona bam og sjá þá möguleikana þetta gera þetta En geturðu málað eftir pöntun eða þarf þetta að vera bara hér? Ég get málað eftir pöntun svo lengi sem að hérna, þú ert ekki skilurtu til að taka hana með líkið sko. Það að segja, það oft svona hugmyndir fólki, ég landslagsmálari að miklu leyti en ég auðvitað abstrakt málari ég líka í svona myndum sem eru svona eins og teiknumyndasögur En sama sál í myndinni þegar þetta pöntun eða þegar þetta kemur sprotti innan frá þér? Sko, ég líka businessmaður, þú veist. Ef þú kemur með feitan pening og ert með hugmynd og getur þú komið til mótsvega, þá bara, já, auðvitað. Ég er menntaður í þessu. Ég skildi ég ekki gera það. Menna, come on, skára að vera rokinn. Bara segðu mér hérna, hvað ert að pæla? Og svo ef þetta þannig að það gefur mér space, þá ég alveg til í að testa þetta. Og þá þarf þetta að vera þannig að þú ert ekki þú skuldbindur þig ekki til að taka myndina. Nei, þú verður að koma og leggja dóma á það, segja annarkvort, nei, veistu hvað, þetta ekki það sem ég var að pæla, eða bara, já, geðveikt, þetta máli. Og þá þarf ég að leggja mig þannig fram, ég til ég að eiga þessa mynd áfram. Þetta, ég hef gert það svona. Var tónlistin að gera það sama fyrir þig? Já, in a way, sko. Ég hérna með nafn á skjánum, það stendur hérna Íkarus. Já, Íkarus, sælla minningar. Íkarus. Jó, ég fílaði mig alveg í þessu, skilur þú. En svo þetta dálítið að hrökkva eða stökkva, sko. Og tónlist var lokað verkefni hjá mér í myndlistaskólanum. Okay. Og útskrifaðist þar með ágætu. Það var hérna plata sem heitir Boys from Chicago og var svona mjög hrátt stöf svona, og mjög reiður ungu maður á ferðinni og svona mikið rífa kjaft en var með helviti flottu liði með mér þannig að eins og alltaf þú veist, þú ert svona í músík þetta hafa gott fólk með þér sko. Og þetta var skemmtilegt og hérna ég hefði alveg geta haldið áfram hérna og trúlega blómstrað á minn hátt en hérna ég ákvað að helga mig bara striganum sko. Það málið gaf hitt bara sleppti bara tökunum á hinu sko. En kemur þetta frá sama stað? Þetta allt sama energið en sko hérna birtingamyndin misjöfn margir rithöfundar ef þeir var ekki að skrifa þeir helst vilja vera málarar málarar ef ég var ekki að skrifa helst vilja vera rithöfundur þú veist og tónlistamaður helst vilja kannski vera málari eða öfugt þetta en ég held ég get alveg sagt þetta með svona ég held að segja með margir sem geta tekið undir það með mér að því skapandi fljót það ber með sér allar þessar kvíslir sko. Ég er að segja, getum við ekki fundið okkur í þessu bara í öllum fögum? Jú, og þá förum við líka að tala um athyglina og vandvirknina
og leggja sál og hjarta í það sem þú gerir. Þú ert kennari, þú ert bifvélavirki, skósmiður eða whatever. Ef þú leggur þig alveg finnur þig í þessu, þetta verður farvegur fyrir þig að vaxa, þá erum við öll listamenn, sko. Við erum öll listamenn þannig. Og þetta þess vegna dáist maður svo ofta flinku fólki, bara wow, flinku, wow. Heyrðu, ertu orðinn gamall? Já, gamall. Ertu... Ég orðinn, sko, ég gengst við því. Ég gengst við aldrei mínum. En ég geri allt sem ég get við að halda við eldmóði. Fire. Það að fara ekki, sko, það gangast ekki undir svona samfélagsnormið aldurinn. Að nú ég orðinn 67 ára, þannig að ég á að vera komin að ellilaun og allt þetta, skilurðu. Og ég ekkert þar. Ég bara með fullt af verkefnum og ég að gera mjög marga skemmtilega hluti. Ég auðvitað, þú veist, hérna, ég í góðu sambandi við krakkana mína sem sú kynslóð sem að koma inn á. Þau sem hafa tekið mig í endurmenntun í mörgum viðhorfum og pólitík. Það var hjálpað mér í að skilja heiminn eins og hann eins og Me Too, vegan, rasisma, fullt af þessum hlutum sem ég hélt að ég væri djöfull kúl í, sko. Ég þurfti bara að endurskoða þetta allt. Endurmenntun. Já, og þau hafa hjálpað mér rosa mikið þarna. Ég bý með konu og giftur konu sem nærri 20 árum yngri, sko. Þannig að þar ég líka með challenge og síðan ég í gegnum starf mitt með föngum og öðrum ég að vinna með mjög ungu mönnum og ungu fólki, skilur við. Það eins hvort þú haldir þér og Já, þú veist, ég stundar svitahóð, ég held utan það. Það mjög powerful og heldur við þessum eldi. Þessu energi, það sem engin aldur. Það lengst þroski, vona ég, sko. Og svo krumpast maður og svona. En þú ert alltaf fire og hefur gaman að því. Það þú veist, þú ert að vakna til einhvers. Og svo hef ég hérna fyrir 2 ára réðst ég í það að fá ungan mann til að þjálfa mig og kenna mig Muay Thai sem ég æfi reglulega með honum. Sem Muay Thai hinn göfuga sjálfsvarnarlist Tælendinga sem bara mikill grunnur í martial art eða í hérna MMA, sko. Fyrir utan gólfglímuna. Þá þeir með boxið og sparkið. Og það mjög krefjandi, alveg rosalega krefjandi sport, en það líka tekur, sko, það þjálfar allan líkamann í einu. Því ég var búinn að vera í ræktin að jöða þetta með lóðin og svona, og þá ertu alltaf að vinna bara með eina vöðvagrúpu hverju sinni. Já, einmitt. Og hérna, það var bara ekkert að gefa það sem ég hafði væntingar En þetta, og með náunga sem einn besti þjálfar á landinu í þessu, og ég bjó bara til æfingastöðu upp á vinnustofu, bara með allt sem þarf þar. Og hann algjörlega meðernislaus. Og svo ég með 1 eða 2 aðra partnera með, sko. Og svo bara tekið á því. Hann balansið og djúpöðakerfið og allt það sem kemur svo sterkt inn, sko. Þá hef ég þetta líkamlega og það líka sem svo mikilvægt í tilfinningavinnunni. Það iðkaðu eitthvað martial art, iðkaðu eitthvað sem hjálpaði þér í að tengjast tilfinningakerfunum. Að fara með meðvitundun úr huganum inn í líkamann. Að því öll þessi sáttarvinna sem við höfum verið að tala öll þessi sáttarvinna fyrir gennum líkamann. Og við gennum líkamsvitundina og við gennum tilfinningaminni líkamanns. Í raun og veru að frelsa okkur undan oki hugans yfir í því að vera hérna. Og þegar maður komin hingað, þá ertu komin inn í þessa kosmísku stillingu, sko. Svettið geggjað í þetta. Hvað gerðurðu við þarna krabbameinið? Ég gerði þetta ekkert við það, voru læknari sem tóku það bara skárið á mér og hentu því, sko. Og það þú veist,
það var tekin hálf blaðran og svo sviftu þeir blöðruhálskirtlinum út í leiðinni sko, þannig að þetta var rosa inngrip sko. Og þú veist, ég bara góður í dag, ég auðvitað reglu í eftirliti og við erum ekki að, það ekkert að frétta þaðan sko. Var ekki sorg sem vildi þessu? Þetta var áfall og algjörlega breytt lífsgæði á margan hátt. En nei, það ekki, þú veist, það var sorg, en ég hef bara unnið bara mjög vel við það. Af því þegar að við, þú veist, ef þú horfir á stóru myndin í þessu, þá þetta allt eðlilegt. Við munum eldast, við munum veikjast, við munum deyja. Enginn okkar sleppur við þetta. Svo, ég sé það. Það gangast við þessu. Og gangast við þessu stóra lögmálum síbreytileika. Og það þakka ég þessari núvitundar þjálfun. Þegar þú þjálfar því í núvitund, akkúrat, þá getur þú sagt, akkúrat hér og nú ekki það. Akkúrat hér og nú, við, hér, núna, ekki það. Það allt í lagi. Sama hvað hefur gerst og svona, þú veist. Það ekki það. Og þess vegna í raun og veru höfuð tilgangur minn eða mín missjón núna á þessum aldri og þessum framundan það að vinna með sáttina. Þú veist, ég mun deyja og það engin drami í því, skilurðu, það bara hlutskipti. En það held ég að sé mjög ákjósanlegt að nota þennan tíma þar til að sú umbreyting verður að vinna með sátt. Að vera sáttur með teppið sem verið að vefa sko. Og það arfleiðin auðvitað segir okkur helling þetta eins og í þessum löndum í Austur-Asíu og Kína og víða þarna þar sem að og meðal múslima og víða þar sem að svona andlegt líf dálítið í hávegum haft og var að þeir sem það gátu það trúlega verið meira yfirstétta fólk heldur en sauðsvartur almúginn. Að þegar þú nærð ákveðnum aldri þá setur þið frá öllu veraldlegu afstri. Gengur bara frá öllu með öryggi fjölskyldunar í huga og svona og hverfu svo til íhugunar. Það klára svona út á hvað gekk þetta. Hver tilgangur með þessu öllu og hvernig mæti ég umbreytingunni. Og það í raun og veru, þú veist, eitthvað sem við eigum öll að gera. Við þurfum ekkert að gerast einsettumenn til þess. Heldur bara að þetta gangast við sér og þjálfa með sér hennan kærleik og sjá, þú veist, já, við erum öll að gera okkar besta, þú veist. Þú kemur þarna bara inn á rauninni þessa loka pælingu, þessa loka spurningu, hún í rauninni, þú ert í rauninni búin að svara henni, eða kannski ekki, en gætirðu dáið í dag sáttur? Já, sko, ég stóð frammi fyrir þessu þegar ég fór í krabbameinsaðgerðina, að hugsanlega myndi maður geta dáið þar. Og ég sagði við krakkana mína að, þú veist, já, ég fyrir mitt leyti alveg óhræddur þó að ég myndi fara. En ég ekki tilbúin að fara frá ykkur alveg strax. Ég vil aðeins. En við viljum heldur ekki gefa þig skyn að þú ert orðinn hundgamall og sett á dánarbeðinu. En ég sé fyrir mig bara unga, ég fekk sjokk þegar þú sagði mér hversu gamall þú ég held þú verið 10 árum yngri. Nei, þetta krabbameins, að fá krabbamein dauðareynsla. Já, einmitt. Allir sem fá krabbamein, kerfinu að svara, þú ert að fara að deyja. Og þú ert að fara að deyja á mjög ömurlegan og erfiðan hátt. Síðan tekur við úrvinnslu úr þessum upplýsingum og sem betur fer þá krabbamein mjög illa markaðsett fyrirbrigði. Hvað meinar með því? Það bara svo miklu fordómar krabbameini. Krabbamein ekki svona dramatist. Nei. Skilurðu? Það ekki svo dramatist að ef þú fær greiningu krabbameina að þú sért að fara að deyja. Það til ótal tegundir af krabbameinum.
og það og vísindum hefur flekt fram og svo framvegis. Auðvitað stór hópur, við ráðum ekkert við þessar frumubreitingar og svo framvegis, en við erum samt að tækla þetta á alveg ótrúlega máta og það fara svo litla sögur af þeir sem hafa sigrast þarna og unnið á krabbanum með hjálp lækna og svo framvegis. Við erum meira í þessum hörmungasögum, þessum harmi. Og hérna, já, það er það sem að mér finnst svo fallegt við búddismann, það þetta að þjálfa sig í að hérna, gangast við forgengileikunum. Og með því að sko, það til sannleikur, hann þjáninguna og eðli þjáningarinn og svo framvegis, og svo hinn mikli sannleikur, það að allt breytist. Allt samtengt og allt breytist. Og þetta þegar við greinum okkur niður í það, við erum ekkert, við erum bara tóm. Allt tómt, allt ekkert og úr því verður allt. Við erum alveg komið þangað, þú veist. Og þjálfa sig í þessari fegurðum, sko, að eins og með árstíðuna, vor, sumar, haust, vetur. Stöðugt. Þú sér barn fæðast og frá fyrsta degi sem barnið fæðist, þá fer það að þróast yfir í það að deyja. Og þess vegna spyrir maður sig að því í þessari hringrás, sko, endurtekningarinnar og leið breytingana, að maðurinn að fæðast og deyja eða hann bara að koma og fara? Þetta bara fasaskiptingar eða hvað, þú veist, og ekki get ég svara því, en hitt veit ég að ef þetta snýst fasabreitingar á orkusviðum og að orkan tengist vitund og vitundin tengist svo tilvist og karma, þannig að við getum hlaðið upp mjög erfiðri orkur á jarðvistinni hérna, og ef að sú orka að fara að flytjast eitthvað, þá getur verið dálítið næs að vera búin að kollekta eða safna svona kærleiksrík og góðri orku til að fara í fasabreitingu. Hver svo sem hún það endurfæðing, þetta, það veit ég ekki en leið og maður með fókus á því að safna upp góðu karma, þá ferðu útborgað á hverjum degi, þetta næs hérna núna, og svo áttu kannski hapadrætismiða þegar þú ferð. Leggurinn í gleðibanka. Þú veist, hvað veitum við? Við vorum staddir í Tíbet félagarnir í svona pílagrímsför. Vorum að fara hérna að gangi kringum fjalli Kailas sem mikill átrúnaður á. Og við stöndum við vatn sem heitir Mansarowa. Og ef þú ferð út í þetta vatn og ferð á kaf í það, að þá ertu með 100 endurfæðingar í kasko. Bingo, já. Svo stóðum við svona ásamt fullt af Indverjum, skýta kuldi að það maður og Indverjarnir að stinga tánni í. Og svo þetta stælanir í okkur og svona, strákar, hérna, hvað veit maður? Ef maður kaupir ekki hapadrætismiða, þá getur maður ekki unnið. Allir úr og við úr og allir út í vatnið maður, á bólakaf maður. Það var rosa skemmtilegt, með góli og látum maður. Og svo leiðis að við komum upp úr, baðaður upp úr Mansarowa, sem hæsta ferskvatn í heimi og rammheilagt og hérna, og nokkuð brattir, eigum 100 endurfæðingar í kasko. Bingo. En þú veist, það þessar, þú veist, mér finnst það bara, eins og einn vinur minn sagði, dauðinn stærsta tækifæri lífslífs. Þú veist, og þetta er eitt af þessum, þú veist, þetta algjörlega óumflýjanlegt. Og það í þessu síðasta andvarpi, þá hverfur, og þá erum við komin yfir í svona aðra vangaveltur eins og maður sér núna á þættunum á Netflix sem í gangi núna, Líf eftir dauðan, mjög áhugavert, og öll arfleiðin okkar, búddismin, sjamanismin, allt þetta talar framhaldslíf og einn annan hátt, skilurðu, og það allt í lagi, en ég segi eins og að Búdda, þetta allt áhugaverða pælingar, en ef þetta snýst ekki það, hvort að maðurinn, hvort þú getur verið hamingjusamur, þá þetta ekkert aktúelt, sko.
Krishnamurti, hann var spurður að því hvort hann trúði á líf eftir dauðan og hann svaraði með annarri spurningu, hann spurði spyrjandann hvort hann trúði á líf fyrir dauðan. Mér veist þetta, við getum endalaust dregið ályktanir hitt og þetta. Þetta er alveg algjörlega. En ég þarf alltaf einhvern veginn að kjarna mig bara í þetta hérna, hér og nú. Já, það er vegna þess að allt sem þú leitar að býr nú þegar innræðnaður. Og þessar spurningar hvort kemur á undan eggið eða hæna skiptir ekki máli. Af því þegar uppi staðið þá snýst þetta allt það hvernig get ég verið hamingjusamur? Hvernig getur maðurinn verið hamingjusamur? Og ég held að við erum búin að skauta alltaf yfir það. Algjörlega. Hvað, erum við ekki bara komnir með þetta? Jú, mér finnst ekki bara að vera alls í gott. Erum við ekki bara búin að drepa þessa seríu? Mér sýnist það. 100 auka líf. Þannig að þetta er svara spurningunni vel, sko. Þú er engar áhyggjur. Svo get ég dílað með það. Já, nákvæmlega. Fyrsta spæður, Ég er með app. Afterlife. Já, App of Life. Hamingju-appið. Tolli, bara... Já, gaman að hitta ykkur bræður. Sömuleiðis. Og mistari. Þetta er meistarinn, sko. Þetta er meistarinn, alla leiðum. Frábært að fá þig og hann bara vegnið þig vel næstu 25 ár. Eða lengur. Eða lengur. Já, hvað veit maður. Takk. Yndislegt.